Höfum að byrja. Já, hvað segirðu? Við erum í beinni, segir þið. Já, frábært. Herru, gaman að vera með ykkur hérna og bara vil þakka öllum þáttakendum fyrir svo frábæru kynningar. Vá, hvað þetta var skemmtilegt. Já, það var það, Já. virkilega. Spennan er alveg að fara með okkur hérna í Mývatnssveit. Já, hver vinnur, hver fyrir þessi fínu velun. Ég var kannski að segja mig eitthvað hver við erum með það. Já, Okay. ég heiti Kolfinna og vinn hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og þar ráðgjafa á sviði nýsköpunar. Já, ég heiti Silja og vinn hjá svipuðum samtökum á Norðurlandi eystra og ráðgjafi þar í ýmsum málum og meðal annars nýsköpun og atvinnuþróun. Við erum hérna, ætlum að tala aðeins hver næstu skrefin eru fyrir frumkvöðla og með svolítið áherslu kannski á það stuðningsumhverfi sem er í boði á Norðurlandi. Sem aðeins að renna yfir svona stutt yfirferð yfir það sem er í boði. Ok, það er svo stuðningur á fyrstu skrefunum. Já. Flott. Og hérna, eins og sagðum þá erum við frá SSNVAF og SSNE og við ætlum nú að byrja á að segja ykkur frá bara svona þeim stuðningi sem er í boði og ef við byrjum kannski á okkur, atvinnuráðgjafar. Við erum, það eru atvinnuráðgjafar starfandi í öllum landshlutasamtökunum og það er að gera ef við búum á landsbyggðina að leita til þeirra. Og við getum aðstoðað ykkur með að koma ykkur af stað og við þekkjum okkar svæði og það er stuðning sem er í boði þar. En það er náttúrulega margt fleira og kannski ykkur þáttakendur sem að búa annars staðar og ef ég tek sem dæmi þá eru frumkvöðlar með ýmiss konar fræðslu og námskeið og svo Icelandic Startups, það eru líka ráðgjafatímar. Svo verð ég nú að mæla með RATA, þau eru með mánaðarlega viðburði þar sem þau fara yfir, bara svona svipað yfirferð eins og við ætlum að gera hérna í dag, nema töluvert ítalegri. Þannig að og ég mæli með að fara bara á Facebook og læka alla þess aðalega sem við erum að telja hér upp og við erum svolítið bara, þá sjáu þið þegar það eru viðburðir í gangi og mætið þið, þótt að sé ekki að bara að hlusta og ekki vera feimin. Oft þarf bara einhvern til að tala við og einhvern til að hlusta hugmyndina sína. Já. En hvað segir þú? Það segi ég, já. Það var fín, við verðum þetta sérstaklega erinu. And to you, the English-speaking people, I'm sorry, but this presentation is in Icelandic mostly, both the slideshow and what we're going to say, but basically it's that you can contact us is in SSNE and SSNVAF, and you will in English maybe, and we have home pages and you can contact us and we can tell you what the support system is here in North Iceland. So, thank you, yeah. But okay, þá fer ég yfir í íslensku og það er alveg margt fleira eins og þú varst eitthvað að tala að fá svona endurgjöf og þá eru til dæmis bara svona hraðlar sem eru í boði út allt. Og þá í rauninni bara mætir á staðinn með hugmynd og færð svona stuðning frá mentorum og fleiri svona ráðgjöfum og þetta er yfir ákveðið tímabil yfirleitt vikur og það er alveg margir í boði í rauninni í dag og þeir eru svolítið listaðir til dæmis nokkra upp á glærunni og við til dæmis vorum með hraðal sem heitir Hugsum hærra hjá okkur núna fyrir svona byrjun árs. Já, ekki? Já. Og það var svona meira. Já, það var svona sérstök áhersla á fjárfestakynningar og styrkumsóknir og svona taka það næstu skrefin og svona haldið utan hóp af teimum og En við erum líka bara atvinnuráðgjafarnir erum með svolítið yfirsýn yfir hvað hraðlar eru í boði og hvað er í gangi og þannig akkurat bara að leita svolítið til okkar og hugsa þetta og fá endurgjöf. En svo eru líka klasar, af því það er hægt að leita víðar. Og klasar eru oft svona samstarf, það geta verið fjárfestingaraðilar, það geta verið akademískir aðilar og fyrirtæki sem að þá þjappa sig utan atvinnugreinar og eru að vinna í því að gera þeim hær undir höfði og þeim sem koma þar að. Þannig ef við erum með hugmynd til dæmis eitthvað tengt sjávarútvegi þá er hægt að leita til sjávarklasans og fá þar aðstoð. Og það er það sama að við erum samt með upplýsingar slíkt og getum vísað ykkur áfram ef það er það sem þarf. En kannski, þú veist, akkurat hérna hjá okkur. Svona kannski það sem myndi að teljast sem klasi á Norðurlandi væri náttúrulega Eimur og þar er hægt að fara á gjöf og ýmiss konar, en það sem er fleiri búið á Norðurlandi, ef við tökum bara svona aðstöðu fyrir frumkvöðla,
þá er náttúrulega FabLabið algjör snilld og það er bæði á Króknum og Akureyri og þar er sko alls konar tól og tæki til að gera prótótýpur, prófa sig áfram. Þar er frábært starfsfólk sem aðstoðar mann, þannig frumkvöðlar þurfa ekki að koma inn sem einhverju tæknisnillingar og verkfræðingar eða eitthvað, það getur hver sem er farið þarna. Það er að gera að nýta sér þetta og þessa aðstöðu. Og svo er náttúrulega ýmislegt fleira. Það hefur verið með biopól fyrir matvælaframleiðendur og já, það verið að opna frumkvöðlarsetur á Hvammstanga eða skrifstofusetur réttara sagt. Og þetta er svona frábær líka leið sko, bæði til að vinna hugmyndirnar sínar en líka bara til að kynnast fólki og Já, og fá svolítið svona endurgjöf og svona. Og þetta er meira að segja svolítið gróska í þessu og það eru nokkrar að opna bara á Norðurlandinu og þegar eins og þið sjáið það á glærunni. En þú veist, ok, ég mæti í FabLabið og ég er með einhverja geggjað hugmynd, þú veist, en hvernig fær maður þá eitthvað meira? Þú veist, hvernig heldur maður áfram meira að það gefa styrkirnir kannski? Jú, það væri kannski að fara að leita að fjármagni og skoða eins þetta styrkja umhverfi sem getur náttúrulega verið algjör frumskógur. Já, það er alveg ótrúlega mikið til að styrkjum út um allt. Og maður þarf alveg að vita hvert á að leita og í hvers konar styrki hvert verkefni hentar. Og það getur alveg verið flókið að reyna að finna út úr því sjálfur. Og það er það sem við reynum að vera með svolítið, við erum vel inn í því og getur leiðbendi ykkur hvað styrkir í boði, hvenær eru umsóknarfrestir, hvað þarf til, hvað eigið þið heima í þessu. Þannig að ég hvet ykkur og við teljum hérna upp nokkra svona helstu, en það er endilega heyri í okkur upp á styrkina. Sko. Já. En hvað er það meira? Svo er það náttúrulega bara, eins og við erum alltaf að tala tengslanetið og hversu mikilvægt það er að kynnast fólki og hvað við getum náð langt bara með því að tala við mann og annan. Þannig að við mælum náttúrulega með að gerast meðlimir í þessum Facebook-hópum og þar er náttúrulega bara þvílík þekking og flott fólk og það er einhvern veginn allir tilbúnir að hjálpa ef maður er með einhverju spurningu eða ef maður getur miðlað sinni þekkingu áfram. Og þessu hópur er náttúrulega til bæði eftir landslutum en líka eftir í hvers slags frumkvöðlastarfsemi þið eruð, matarfrumkvöðlar eða ferðaþjónusta. Þannig að eða tök átakið skjáskota af þessari glæru og flettið upp á Facebook. Endilega. Og svo er það líka á Facebook, eins og ég nefndi áðan með Rata viðburðina, að gera að fylgja þeim á Facebook og það er mánaðarlega og þau eru alveg með puttan á púlsinum allan þann stuðning sem er í boði. Og af því að þetta er náttúrulega breytist hratt eins og bara með styrkina, það er alltaf verið að breyta umsóknarfrestum og mikil gróska í þessu, viðburðunum og öllu saman. Og svo er náttúrulega bara að fylgja okkur á Facebook. Við reynum að passa upp á að vera með svona sem er að gerast hjá okkur. Og kannski það sem er næst hjá okkur á Norðurlandi er nýsköpunarvika sem verður 27. maí til 2. júní og í samvinnu við fleiri við sem landið. Og þar ætlum við að vera með viðburði og fleira sem að ýtir undir og varpar ljós á það nýsköpun sem er í landshlutanum. En við líka hvetjum ykkur, ef þið eru með eitthvað sniðugt til að benda okkur á sem væri gaman að hafa í nýsköpunarvikunni, endilega heyrið í okkur. En fyrst og fremst líka bara heyrið í okkur. Mér og Kolfinu eða einhverjum öðrum úr landsliðssamtökunum, við eigum svolítið að vita hvert við getum bent ykkur áfram. Og viljum endilega heyra í ykkur. Það er eiginlega þannig, eða ekki? Jú, og til að hafa samband okkur er best að fara bara inn á heimasíðurnar ssne.is og ssnvath.is, finna allar upplýsingar þar. Maybe just to wrap it up in English, we speak English, so please contact us. We can, sorry for this was just in Icelandic, but please come to us also. We want to hear all your ideas and you're welcome. Var þetta ágætt? Erum við komna með þetta? Ég held að þetta hafi verið bara mjög fín yfirferð og vonandi aðstoðar þetta ykkur og gefur ykkur kannski aðeins smá hugmynd það sem þann stuðning sem er í boði og það er svona nýsköpun umhverfi á Norðurlandi og land allt. Stuðningsumhverfi, já. En hvað er þá að fara að gerast núna? Heyrðu, það er nú það. Í verðlaunum? Ég held að það sé komið að því. Ef ekki hleypa því að, það eru glætt Jú, að fyrst í því. Já. Takk bara og endilega hafið þið samband. Endilega.
Jæja, þá komið að máli í málana. Úff, ég rosa spennt. Þetta náttúrulega var alveg stórkostlegt og ótrúlega gaman að hlusta á kynningarnar. Við erum með fólk að streyma inn á fundinn. Dómararnir þar á meðal og með Sigur hugmyndina og frumlegustu hugmyndina, þá vilja þeir endilega segja frá á eftir hvers vegna þessar hugmyndir voru valdar. Okay. En ég ætla ekki að vera að teygja lopan neitt frekar og við skulum bara vinda okkur í þetta. Já. Sessil, ætlar þú að taka við? Já, algjörlega. Ég ætla við ætlum að byrja á þessum svona aukaverðlaunum og byrja á að segja svona virkasti þáttakandinn, eða svona þáttakandinn sem búinn að vera, svona virkastur inn á hugmyndaþorpinu. Gefa feedback og komment og sem ótrúlega mikils virði að einhver sé líka, þrátt fyrir að vera í bara hardcore vinnu, þá hann líka samt að gefa sér tíma til þess að hjálpa hinum og rétt upp, og vera til staðar. Það bara hæfileiki út af fyrir sig sem við viljum veita verðlaun fyrir. Og svona most active person, hefði maður að segja, vil ég gera drömmur eða? Ekki Amber frá Ísponika. Það er flott þegar þér, Amber, og þú farið verðlaun gistingu á Grásteinn Guesthouse. Getur farið og notið lífsins í Þistilfirði, eða ekki? Já, nákvæmlega. Æðislegt. Herri, og þá það bara næsta, er það ekki? Jú. Og það vinsælasta verkefnið. Og vinsælasta verkefnið svona það sem þau fengi mestu kommentin frá öðrum frumkvöðlum, frá þátttakendum og svona, hjörtu og svona feeling og mismunandi hatta og svona. Og þetta allt inn á hugmyndaþorpi. Já, nákvæmlega. Og það verkefnið Surova. Valentína, Tómas, Aron og Þórður. Þau fá í verðlaun svona upplifun á Hvammstanga. Hótel Hvammstangi og Selasetrið. Getur farið saman teymið og gert eitthvað, peppað hvort annað eða bara notið lífsins eftir þessa helgi. And maybe because I just noticed a woman coming into the meeting. Oh. There you are. Can you say it again what she won? Amber, you are the most active person, a participant in this hackathon. So you were just winning that prize. Congratulations. You just missed it in the beginning. Oh, I'm sorry. I thought I was on time. I was late. But we can clap again for you. Oh, thank you. Thank you. There's really a gift to be a hard-working person, working on your own project, but still giving other hands. So that's also what it's about, co-creating. Should we let Amber know what she won? Yeah, exactly. Well, she won a hotel. You can go to Grásteinn Guesthouse and enjoy life there. That sounds amazing. Wow, thank you. Thank you. Wonderful. Thank you very much. Og þá það næstu verðlaun sem frumlegasta verkefnið og þá erum við komin að því sem að dómnefndin svona ákvað og frumlegasta verkefnið að þessu sinni Geothermal Ginger, Matt, Aurora og Einar Örn. Þá kannski gefum við dómnefndum. Haraldur hjá Landsvirkjun ætlar að útskýra þessa niðurstöðu dómnefndarinnar. Gjörðu svo vel, Haraldur. Ertu á mute? Ég að fara að útskýra Geothermal Ginger. Já. Okay. So let's taka það bara í ensku. So we thought Geothermal Ginger is a great project, and I guess a couple of things came to mind. There was that really we connected with. We liked the idea of connecting the old with the new, the ancient art of cooking with ginger and using ginger in food, and then producing it
in high-tech fashion using geothermal in a controlled environment, but we also found very strong the focus on creating kind of a brand, an experience, and really thinking about the end user. So we all look forward to trying geothermal ginger in the next, let's say, few months, or at least within the year. Yeah, well, we're excited to bring it. You know, we're ready, and we've been thinking about it a lot, and the excitement keeps growing the more that we talk to people who have really kind of helped keep building it, you know, and connecting all the pieces. And this whole process was like a concentrated version of that. So it's been a good weekend because it just felt really nice to connect with people, especially out in the countryside in the north, that, you know, were almost as excited as we were about the whole process, and they had a lot of wisdom and ways to guide us to move forward. So it's been good. Okay, great. Til hamingju. Já, takk Thank you. Haraldur. En þeir unnu gistingu á Hótel Laugabakka, kvöldverð á Gránu Bistró, aðgang að 1238 baráttunum Ísland og gjafabréf á Sólvík restaurant. Þannig you can go and enjoy life. Og þá náttúrulega bara komið aðalatriðinu, sem svona, já, fyrsta sæti, sigurvegar Hacking Norðurland 2021, akkurat, vá, 2021, nákvæmlega. Smart búið svolítið erfið helgi, ég pínur öll á árunum. En ok, en fyrsta sæti fær. Helst hvert kjöt af algrónu landi. Græn lamb. Já, nákvæmlega. Guðríður, Salbjörg og Berglind Ís. Til hamingju. Ég ætlaði nú að reyna að setja ykkur hérna í spotlightið. Eru þið með okkur? Þið gjarnan að kveikja myndavélunum hjá ykkur. Kannski á meðan að þau eru að finna, þá ætlum ég bara að segja hvað þau fá í verðlaun. Þau fá sem sagt 500.000 krónur í verðlaun, sem að vonandi nýtist vel verkefninu og í þróuninni. Þau fá gisting á Selhótel, mæli með því, búin að gista þar alla helgina, voru geggjað. Gjafabréf hjá Norðursiglingu og út að borða á Harbor restaurant. Eftir til hamingju. Og ætlar Haraldur aftur að segja nokkur orð eða var það ekki? Jú. Já, gjör svo vel. Jú, ég skal segja nokkur orð og það bara sönn ánægja. Dómnefndin var sammála að þetta var mjög spennandi verkefni. Það kom skýrt fram að þarna verið að ráðast á vandamál sem að við Íslendingar og heimsbyggðin öll stöndum frammi fyrir. Það að segja að bæta nýtingu og hvernig við förum með okkar náttúruauðlindir og þar þetta allar tegundir af matvælaframleiðslu undir. Og okkur fannst teymið mjög sterkt, þær hefðu skýrar hugmyndir. Við trúðum því að teymið gæti framkvæmt hugmyndirnar. Þær voru með markhóp og viðskiptamódel, þannig að aftur okkur hlakka til að geta keypt græn lamb beint frá Kelduhverfi á næstu mánuðum og það verður bara mjög spennandi að fylgjast með ykkur. Til hamingju. Innilega til hamingju og takk aftur Harry og fyrir. Viljið þið segja eitthvað, stelpur? Bara takk fyrir okkur. Glæsilegt. Og það var ekki fleira en það? Já, Takk kærlega, til hamingju. til hamingju. Takk fyrir. Takk Ég er spennt að byrja þessu. Takk. Ok, þá þessu bara formlega lokið, það ekki? I can't believe Hacking Norðurland is over. How do you feel about it? Yeah, we've been working a lot together og mikil vinna, þannig að það alltaf svona pínu þegar það búið, þá svona smá tómleiki. Já. En við erum samt ánægð með hvað komið bara í rauninni margir þátttakendur, það var náttúrulega, við erum svo spennt fyrir því til að byrja með. Svo auðvitað eins og bara lífið þá var maður svona útbyttu allir að eitthvað hætta við en svo voru margir að fylgjast með en ekki allir tilbúnir í að kynna sínar hugmyndir. Next time. Nákvæmlega, akkurat.
Þannig að þetta var bara frábært, en það er kannski bara gaman og mikilvægt sem að okkur langar til þess að segja er að við vorum með hérna 13 mentora sem að eyddu helginni með okkur og gáfu öllum þessum frábæru frumkvöðlum sem að tóku þátt endurgjöf sínar hugmyndir og við erum rosa þakklátt fyrir það, takk kærlega öll fyrir það. Við vorum með 5 manna dómnefnd sem að einmitt hefur nýlokið störfum hér, bestu þakkir fyrir ykkar hérna input og hérna tíma og fyrir að taka þátt og gera þetta með okkur. Og svo vorum við með 5 mann sem að komu inn með fyrirlestur og innblástur og viljum þakka þeim líka sérstaklega fyrir. Yes, like all this event is just living from people helping us, being with us and giving us like insights in their experiences, I think. Also, I think it's special for us while we are the Hacking Hekla team. This is our 2nd hackathon that we're running. And it's just so beautiful to see things developing, to see that how our team is getting bigger and how we spread the thoughts of hackathons. So I think there's nothing left to say but a few thank you words. I want to say thank you to the Hacking Norðurland team, especially with Eimur, SSN VAF, SSN Nýsköpun í Norðri. It was amazing, really amazing working with you guys. We had such a fun, even though it was hard work, it was so much fun. Yeah, I agree. It was a lot of fun and it was so easy because everything went smoothly. Exactly. We had different roles and it was really, and you guys were amazing. And Arnar, Otto has left, but the girls are here and maybe they want to join us a little bit from Silja. We're missing Elva. So they want to say goodbye also. Also, we want to say thank you to our supporters, Íslandsbanki and Nordic Food and Tourism. And a special thanks, there he comes, Arna with Hugmundathorp. Arna, thank you so much for being with us girls. Thank you also so much for developing Hugmundathorp with us. You just adapted it to our wishes for Hacking Norðurland. Thank you, we are just glad having you. Awesome. Is it then, and it's over. To wrap it up, þá langar okkur að óska vinningshöfunum innilega til hamingju. Í fyrsta sæti í Hacking Norðurland 2021 Græn lamb. Ég get ekki sagt að keltverst kjöt af algrónu landi innilega til hamingju og frumlegasta hugmyndin í ár Geothermal Ginger. Og þá kannski bara komið að kveðju stund. Við sjáumst á Austurlandi í haust. Það næsta stopp á þessari vegferð. Next adventure. Algjörlega, við höldum áfram og við gerum eitthvað áfram hérna líka á Norðurlandi saman. Það bara spurning hvað verður næst. Við finnum eitthvað. Sjáum til. Nákvæmlega. Takk fyrir og takk þátttakendur fyrir að vera með okkur. Það væri þetta náttúrulega bara engin keppni og ekkert gaman nema þið séuð hérna. Þannig að bara njótið sunnudagsins, það sem eftir á honum. Glæsilegt. Takk fyrir, vel gert. Bye bye.